og að skoða þyrfti þá sérstaklega samspilið þeirra á milli, til dæmis hvort eitthvað flækjustig skapaðist vegna réttaráhrifa niðurstaðna hvors sig og áhrif niðurstaðna á niðurstöður hins, hvað fordæmisgildi varðar. Hvað varðar skipan í útvíkkaðan Hæstarétt sem fari með þessi sérlega mikilvæga mál, þá var það markmið okkar að ná endurspegla með sem bestum hætti svipað fyrirkomulag og nú á við landsdóm. Með 7 hæstaréttardómurum töldum við að tryggt væri að í dóminum væri ákveðin þekking til staðar á lagalegum úrlausnarefnum og að með því að setja svo í dómin meðdómendur sem Alþingi veldi væri jafnframt tryggt að önnur sjónarmið yrðu höfð til hliðsjónar við efnislega úrlausn máls fremur en eingöngu lagaleg. Þetta ekki frávik því sem nú viðgengst að það þekkist að sérfróðir meðdómsmenn séu kallaðir til í dómsmálum vegna sérþekkingar á ákveðnum sviðum. Við gerum ráð fyrir að þingið geti valið bæði einstaklinga sem hefðu sérþekkingu á stjórnlögum, stjórnmálum eða öðrum þeim málefnum sem Alþingi teldi mikilvægt að settur dómari í útvíkkuðum Hæstarétti hefði til brunns að bera. Og með annarri málsgrein leggur nefndin til að á löggjafan verði lögð sú skilyrðislausa skylda hann setji lög til efnislegrar útfærslu á þessum á því hvernig verði með þessi mál og það sérstaklega hvað varðar málsmeðferð og skipan dómara og val þeirra. Við göngum út frá því að settir dómarar yrðu valdir til tiltekins tíma í senn, til dæmis í upphafi kjörtímabils og það verði ekki gert, þeir verði ekki valdir fyrir hvert mál sig þegar vitneskja liggur fyrir hið efnislega úrlausnarefni. Við gerum ráð fyrir að setti dómarar það aðeins laun á þeim tíma sem útvíkkaður Hæstiréttur starfar, en þó ber að hafa í huga að við þurfum að tryggja, það með markmið að tryggja að sjálfstæði dómara sé tryggt. Þannig að þessi atriði þarf að skoða sérstaklega í útfærslu í lögum. Á opnum nefndafundi sem nefnd sé hélt í gær voru reifaðar ýmsar hugmyndir frá ráðsfulltrúum breytingar á síðara hluta málsgreinarinnar, fyrstu málsgreinar, skipan þessa útvíkkaða Hæstaréttar. Við settumst niður í kjölfarið síðdegis í gær og fórum yfir allar þær hugmyndir sem við vorum í sjálfu sér efnislega sammála og við reyndum að útfæra þær nánar til að koma til móts við þau sjónarmið með því að gera breytingar á tillögunni okkar. Við ákváðum að vera hverfa frá því þar sem okkur fannst erfitt að útfæra orðalagi þannig að það næði örugglega utan þær hugmyndir ráðsfulltrúa sem að reifaðar voru. Og fyrir hönd nefndarinnar kallaði því eftir því við ráðsfulltrúa að þeir sem telli hér breytingaþörf geri efnislega tillögu sem þeir beini til nefndarinnar, þannig að við getum farið yfir hana og tekið formlega afstöðu til. Við getum þá betur gert okkur grein fyrir því hvernig ráðsfulltrúar telja þessi verið betur fyrir komið. Og þá var það einnig bent á það á opnum fundi nefndarinnar að skýra þennan útvíkkaða Hæstarétt sérstaklega, til dæmis landsdóm, ríkisdóm eða annað álíka. En við töldum það ekki samræmast markmið tillagna okkar sem væri einhvern það að koma ekki á sérstökum dómstól. Og við vorum hrædd að með sérstöku heiti væri hugsanlega verið að gefa til kynna að þetta væri ekki Hæstaréttur, heldur sérdómstóll í sérstökum málum. Og þá hefur nú lokið yfirferð yfir efnislega tillögur nefndar sé til breytinga á kaflanum dómstóla og ætla að víkja að 3 tillögum sem nefndin leggur til að B-nefnd taki til sérstakrar skoðunar í tengslu við vinnu sína og mótun tillagna í tengslu við löggjafavald, framkvæmdavald og hlutverk og stöðu forseta Íslands. Í fyrstu tillögu nefndarinnar til B-nefndar segir að þingnefnd, þriðjungur þingmanna eða í hornklofum forseti Íslands getur vísa til Hæstaréttar að dæma hvort lög eða stjórnarathafnir
samrýmist stjórnarskrá. Það er rétt að geta þess að eftir við lögum þetta fyrst fram og skrifum þessa tillögu þá gerði breytingar á áðurnefndu ákvæði sem að fjallar skipan útvíkkaðs Hæstaréttar og að orðið stjórnarathafnir verði lesið sem athafnir eða athafnaleysi stjórnvalda. Þannig að tryggt sé að þetta eigi ekki einvörðingu við eiginlegar athafnir heldur einnig athafnaleysi. Með þessari hugmynd við nefnd sé að bjóða upp á það að minnihluti þings eða þingnefnd geti ákveðið að vísa til Hæstaréttar málum varða hvort lög, nýsamþykkt eða eldri, standist stjórnarskrá. Og með sama skapi gætu sömu aðilar falið Hæstarétti að dæma hvort handhafa ríkisvalds hafi gerst brotlegi við stjórnarskrána með athöfnum sínum eða athafnaleysi. Og greinina ber að skoða auðvitað í samræmi við áður greinda tillögu okkar á 7. grein og við leggjum til að nefnd B taki þetta til efnislegrar skoðunar. Þá það önnur tillaga nefndar C til nefndar B. Hún orðast svo: Alþingi kýs 5 menn í lögréttu til 5 ára. Þingnefnd, 3/4 þingmanna eða forseti Íslands getur óskað eftir áliti lögréttu hvort frumvarp til laga standist stjórnarskrá. Hérna erum við að fjalla lögréttu sem við lögðum fram til kynningar á 7. ráðsfundi okkar og eins og ég sagði áður þá bárust okkur fjölmargar athugasemdir það og gerum hér breytingu að þessu tagi og til að koma til móts við allar þær hugmyndir að tryggja einnig gæði lagasetningar og gæði starfa löggjafans og til að fyrirbyggja lög eða önnur þingmál verði samþykkt sem brjóti í bága við stjórnarskrá, þá það niðurstaða okkar að með löggjafunum starfaði sérstakur aðili eða nefnd sem veitt gæti mat sitt á stjórnskipulegu gildi lagafrumvarpa eða annarra þingmála áður en þau fengju gildi. Við erum hér að leggja til að nefnd B skoði hvort rétt sé að löggjafinn komi sér á fót slíkri nefnd sem samanstæði sérfróðum aðilum sem sætu ekki á þingi og þeir gætu þá veitt fyrirfram þetta álit. Við leggjum til að það verði svo lög sem útfæri nánar starf þessara lögréttu og þá vil ég líka vekja athygli nefndar B að á opnum nefndarfundi í gær komu fram ýmsar hugmyndir ráðsfulltrúa það að lögrétta gæti einnig skoða hvort málsmeðferð þingmála stæðist lög þar að lútandi og ég vísa því atriði samhliða tillögunni til B-nefndar. Í 3. tillögu nefndar C til B-nefndar, okkur hún mjög hugleikin þessa dagana, þá B-nefnd falið að skoða hvort og hvernig ákærum á hendur ráðherrum vegna embættisreksturs þeirra skuli fyrir komið í stjórnarskránni. Með þessari 3. tillögu okkar erum við að leggja til að það verði skoðað hvort það geti verið útvíkkaður Hæstiréttur sem taki þessi mál til skoðunar fremur en að það verði sérdómstóll sem taki þau mál fyrir. Ef það verði niðurstaða B-nefndar að viðhalda því að unnt verði að draga ráðherra til ábyrgða vegna embættisreksturs þeirra, þá teljum við sérstaklega mikilvægt að skoða hverjum það væri, hver færi með það ákvörðunarvald hvort mál skyldu höfðuð. Það er sérstaklega mikilvægt að okkar mati að sömu meginreglur eigi við slíkt ákæruvald og almennt eigi við ákæruvald og sjálfstæði þess þá helst. Og hér með vísar nefnd C þessu til meðferðar í nefnd B. Og læti þá máli mínu lokið og þakka fyrir gott hljóð og sem áður vænti ég bara mjög góðra umræðina þessar tillögur okkar og hugmyndir frá öðrum ráðsfulltrúum og þakka kærlega fyrir.